Réttlæti ekki ofbeldi! Réttlæti ekki ofbeldi! Réttlæti ekki ofbeldi! Upp með Davíð! Upp með Davíð! Upp með Davíð! Upp með Davíð! Já, ég hérna einhvers staðar við. Skuldar okkur pening. Ekki gera ekki neitt. Það að láta það stríma þessu stundum bara upp. Erum bara hérna. Ríkisstjórn að sjónvarpið farið? Nei, ég utan skjáðum. Nú gamla gríla dauð og gríla dauð og gríla dauð og gafst hún upp á rónunum. Við lofum að fara sem leið og því farið. Ég geti skilja eftir 3 menn til þess að fylgjast með því hvort við förum. Það var að við svona samstöðu af því við höfum ekkert að gera þarna ef Davíð er farinn. Það snýst að tala við Davíð. Davíð er farinn, hann hefur engan áhuga á þessu, hann horfir ekki einu svona ríkissjónvarp við honum alveg sama hvað er að gera. Hann hefur alveg við, ef þið vinnum með okkur, þá vinnum við með ykkur og það snýst rosalega mikið það núna, þetta er svona svolítið valdabarátta og valdafík sko. Við erum að bíða eftir ykkur, þið eru að bíða eftir að komast í þetta. Þú veist, hvað verður við því? Ekki neitt. Það er búin lofa þeim að fá að berja mótbærendur. Nei, skilum við 3 eftir. Við alveg, við förum, ég skal lofa þér. Við förum! Við höfum ekki fyrir. Það er samþykkt! Upp með endur, 3 menn, við förum. 3 menn! Umfram allt var einu takmarki að ná Davíð út og fyrir það hann er farinn þá sé ég engan tilgang til að vera hérna. Mér finnst skammarlegt að sjá það að lögreglumenn þjóðarinnar skuli ekki snúa baki og fara að hleypa okkur inn til þess að athuga hvort að Davíð sé ennþá eða jafnvel vera hann út sjálfur. En hvað finnst þér að þeir tóku undir ykkar tillögu, lögðu niður vopnin sín og gengu burt? Ykkar tillögu? Það sýnir bara greinilega að valdið hjá fólkinu og ég meina, þú veist, lögreglumenn er fólki. Það bara er ekki öðruvísi en það og umfram allt að sýna samstöðu allir sem einn, allir Íslendingar.